6.000 manns mótmæltu og kröfðust kosninga á Austurvelli í dag. Lítill hópur kastaði eggjum og skeri í Alþingishúsið að mótmælunum loknum. Sjöttu vikuna í röð var mótmælt á Austurvelli í dag en mótmælin hafa aldrei verið fjölmennari. Krafist var brottvikningar seðlabankastjóra og stjórnenda fjármálaeftirlitsins og nýrra kosninga. Fólk streymdi inn á Austurvöllum klukkan 3. Skipuleggjendur mótmælanna telja að 6.000 manns hafi mætt á staðinn og skilaboðin voru skýr. Viljum við stjórn Seðlabankans burt? Viljum við stjórn fjármálaeftirlitsins burt? Viljum við breytta stjórnhætti? Viljum við spillingaraflin burt? Viljum við friðsamleg mótmæli? Viljum við ríkisstjórnina burt? Viljum við kosningar í vor? Viljum við samstöðu gegn spillingaraflum landsins? Já, mér finnst bara að þetta ekki bara ná nokkru átt, hvernig allt er. Gerist ekki neitt, burt með seðlabankastjórn og ríkisstjórn, skipti í vor og fjármál, alla sem bera ábyrgð. Bara burt og endurskoða þetta allt saman. Já, ég bara mótmæla spillingunni í landinu. Já. Gjörspillt valdaklíka auðmanna og flokksforingja stjórnar þessu landi. Hér er alls ekkert lýðræði, þrátt fyrir að landið sé kallað þingræðislegt lýðveldi. Ráðherrar og hagsmunahópar skrifa út lögin sem síðan er rennt í gegnum alþingi og færibandi, dæmdir glæpamenn hljóta náðum hjá vinum sínum og fljúga síðan inn á þing. Vinir, synir og ættingjar eru ráðnir í ábyrgðarstöður og stjórnmálamennirnir, þeir tala við almenning eins og heimtufrekan krakka þegar að þessi óhæfuverk eru gagnrýnd. Nú er ekki allir búin að fá nóg, meira að segja ég, dagfagsbrúðum maðurinn. Ég finnst við verðum að sýna samstöðu og standa á móti sem hvernig staðið hefur verið að öllu. Það hefur ekkert verið gert og þetta er alveg komið fram á síðustu stundu. Vandamálið er einfaldlega það að íslensk stjórnvöld hafa ekki umboð fólksins í landinu. Helsta áhyggjuefni þeirra er hvernig tryggja megi að forysta stjórnmálaflokkana og íslensk auðmannastétt bíði sem minnstan skaða af þjóðargjaldþrotinu. Þessi lýðræðisskortur er einfaldlega alvarlegri vandi en svo að það dugi að fá eitt lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum eða ganga í Evrópusambandið eða taka upp evru eða skipta yfir í vinstristjórn í 1 eða 2 kjörtímabil. Engin þessara þrautalendinga mun færa okkur það sem okkur vantar. Lýðræðislegt stjórnarfar. Til þess er hið íslenska stjórnmála- og efnahagskerfi of samvaxið spillingunni, sérhagsmunagæslunni og samtryggingunni. Ég er bara eins og aðrir svona að mótmæla þessu ástandi sem er komið upp í þjóðfélaginu. Þau stjórnmálaöfl sem sátu við stýrið á rútunni í þessari glæfraför eru komin í hugmyndafræðilegt gjaldþrot. Þau þurfa að ná tökum á eigin hugsunum, iðrast af auðmýkt og hanna nýja hugmyndafræði fyrir sig. Við skulum halda virðingu og einbeitingu og tíminn er naumur. Nú þurfum við að standa saman. Ég er komin bara til þess að fylgjast með og svona, að taka stöðun á umræðinu og því sem er að gerast. Þverskurður þjóðfélagsins var mættur. Leikarar, eldri frúr, barnafjölskyldur, jafnvel stöku þekkt andlit úr atvinnulífinu. Við erum víst að læra einhverja lexíu, segir menn. Við báðum fæstum hana, þetta er dýrt, þetta er doktorsnám fyrir heila þjóð, bókstaflega, í að læra af mistökum sínum en kannski frekar annara. Ráðamenn okkar voru með hugan við eftirlaun. En ekki hefðu allir lokið sér af. Hópur ungmenna og svartklæddra mótmælenda tók að kasta eggjum í Alþingi. Kveikt var í klósetrúllum sem raðað hafði verið upp á tröppur þinghússins. Melónir og skyrdósir flugu. Hvað viljum við? Lýðræði! Hvenær? Núna! Hvenær? Núna! Skilaboð þessa hóps. Geir, skríllinn mun eiga síðasta orðið. Þess var krafist á fjöldafundi á Austurvelli í dag að ríkisstjórnin færi frá völdum og boðað yrði til þingkosninga í vor. 6.000 manns sóttu út í fund á Austurvelli í dag og er þetta fjölmennasti mótmælafundurinn til þessa. Á fundinu var þess krafist að stjórnendur Seðlabanka, Fjármálaeftirlitsins og ríkisstjórnin segðu af sér. Höskuldur Kári Schram var á Austurvelli í dag. Viljum við stjórn Seðlabankans burt? Viljum við stjórn Fjármálaeftirlitsins burt?
Það var fjölmenni á útifundinum á Austurvelli í dag og hiti í mönnum þrátt fyrir kulda. Þetta var 7. mótmælafundurinn í röð og sá fjölmennasti til þessa. Lögreglan áætlar að milli 5 til 6.000 manns hafi sótt fundinn. Ræðumenn gagnrýndu stjórnvöld og embættismenn. Gjörspillt valdaklíka auðmanna og flokksforingja stjórnar þessu landi. Hér alls ekkert lýðræði, þrátt fyrir að landið sé kallað þingræðislegt lýðveldi. Ráðherrar og hagsmunahópar skrifa út lögin sem síðan rennt í gegnum alþingi og færibandi, dæmdir glæpamenn hljóta náðun hjá vinum sínum og fljúga síðan inn á þing, vinir, synir og ættingjar eru ráðnir í ábyrgðarstöður og stjórnmálamennirnir, þeir tala við almenning eins og heimtufrekan krakka þegar að þessi óhæfuverk eru gagnrýnd. Við missum okkur ekki út í skrílslæti og dómgreindarleysi, líkt á þeir sem hafa rænt okkur ærunni og hanga nú eins og hundar á roði á stjórnartaumunum. Í kjafti þess skrimslis sem ráðamenn og auðmannaklíkur slepptu lausu og ráða nú ekki við. Núna heyrum við ráðamenn okkar segja að þessi þjóðið hinn sé ekki vinur okkar. Vegna þess eins að menn neita að lána vanhæfum stjórnvöldum sem gerði eitthvað stærstu hagstjórnarmistök í nútímasögu vestræna ríkja og enginn, ekki nokkur kjaftur hefur sagt af sér, viðurkennt mistök eða svo mikið sem beðist afsökunar.